Ok, við skulum spjalla þessum stikun á ferlum. Við höfum verið að vinna með að stika ferla með svona falli R sem er víugilt fall. Það er hérna striki yfir því þetta sé víugilt fall. Tekur tölabilina til B og skilur okkur einstaka veiri. Þannig að R er fall af T, kvöldum við oft breytuna, og þá gefið sér sagt hvert er X hnitið með við T, hvert er Y hnitið með við T, hvert er Z hnitið með við T. Ef við erum í 3 vítum, þá kvöldum við oft X, Y og Z. En þá getur þetta verið eins margar vítir og við viljum. Nú, eitt af því sem við höfum stikað er að stika beina línu. Og ef við erum að stika beina línu frá X til Y, þá er jafnan fyrir því X plus T sinnum Y minus X, sem T er talabili 0 til 1, við köllum T fyrir stikan. Skulum að skoða þessa jöfnu. Sjáum hérna. Ef við erum með vegur X hérna og vegur Y hérna, hvað er við þá að meina þegar við ætlum að stika línu frá X til Y? Það er að stika þessa hérna línu sem byrjar hér og fer hingað. Nú teikna þetta sem við ætlum að stika bara línu. Nú, þessi hérna lína, við getum sagt að þetta er Y minus X. Þessi hérna lína. Sér að ég fer X hérna og svo leggjum við vegurinn X fyrir, má sjá, hérðan og hingað, og svo leggjum við vegurinn frá X til Y, sem er Y minus X, þá fæ ég akkurat Y vegurinn. Þannig að það er alveg eins að fara hérðan og hingað og svo hérðan og hingað. Það endaði saman stað ef ég fer bara, eins og ég fer bara beinustu leið hérðan og hingað. Ok, þannig að þetta hér, Y minus X, gefur mér akkurat stefnuvegur línunar. Þannig að svona vegur, hann getur náttúrulega leið hvað sem er í rúminu, bara hann hafi þessa stefnu og þessa lengd. Það er svona að segja maður, þannig að þetta hér er stefnuvegurinn, en þetta hér er einhver einn punktur á línunni. Þannig að ef ég byrja hér og ég fyrir T sinnum þessi hérna stefnuvegur, þá er ég að færa mig hérna eftir línunni. Við getum pröfað að taka dæmi bara í R í öðru, getum við teiknað upp, eins og ég var að gera hér, þetta náttúrulega er R í öðru dæmi. Tökum eitthvað dæmi. Stikum beina línu. Frá X sem er 1,2 vegurinn til Y sem er 2,1 vegurinn. Ef maður er með stikum beina línu hérna á hreinu getur maður spólað þess áfram. En við reknum þetta út. R af T er X vegurinn plus T sinnum Y vegurinn minn mínus X vegurinn. Þannig að ég fæ 1 plus 2 mínus 1 er 1 sem T og 1 mínus 2 er mínus 1, þannig að ég fæ 2 mínus T hérna. Þessi plus þessi sem T. Þannig að hér ef T verður á bilinu 0 til 1, þá sé ég að fyrsta staki í vegurinn mínum, T af 0, R af 0, er 1,2, sem er akkur þar sem ég átt að byrja. Og síðasti punkturinn í stikunni minni, þar sem T er 1, er þá 1 plus 1 og 2 minus 1, nefnilega 2, 1 viðurinn sem er akkurat þar sem ég átt að enda. Þannig að hér teiknum við þetta upp. 1, 2, 1, 2. Vegurinn hérna, ef við segjum þetta sé bara stöðuvegrar þessara vegra, þá er þetta fer 1 út og 2 upp hérna. Og Y-vegurinn 2 og 1. Þannig að lína sem liggur á milli þeirra fer frá hérna, liggur hérna. Og sjáum stefnuvegurinn er 1 og mínus 1, sem passa við það ef ég fer 1 út, þá fer ég 1 niður. Það er stefnuvegurinn og svo fer hann hérna í punktunum 1,2 sem er þessi hérna. Það er 1 punktur á línunni. Þessi hér og svo stefnan í þess átt. Þannig að þetta er þessi hérna litli línubútur. Nú, næsta sem við lærðum að stika var hringur, við skulum skoða það. Nú viljum við að stika hring með radíus R og miði 0,0 og hérna er ein leið til að gera það. Það eru nokkra leiðir.
R er sem sagt fall sem tekur tölu á bilinu 0 til 2pi, T er sem sagt á bilinu 0 til 2pi og jafnan er svona. Í x-stefnu fer í r sinum kósinus af t, í y-stefnu fer í r sinum sínus t. R er einhver fasti. Kannski ætla að rugla ekki saman við þetta, skulum kalla þetta hérna radíusin einhverja tölu a. Sér svona. Þannig að a er einhver radíus hérna. Nú þetta var ein leið til að stika þennan hring og það eru margar mismunandi leið til að stika hring. Stika sama hringin eða bút úr hring og getur skoðað hérna myndband þar sem við förum akkurat í þetta dæma dæmblaði 5 ef ég mann rétt. Það segjum að við séum með hérna eitthvað hnýtaðkerfi hérna og við skulum skoða þess hvernig þessi jafna hérna virkar. Nú, t á að vera bilinu 0 til 2pi. Pröfum að reikna út r í nokkrum punktum. Ef ég er með r af 0 þá er ég með a sinum kósinus af 0 og a sinum sínus af 0. 0 fer inn fyrir t náttúrulega, þetta er fall. Ok, þannig að ég fæ punktin hérna a sinum 1 og 0 sinum a. Þannig fer a á x-ásnum og 0 á y-ásnum. Ég er hér. Pröfum svo að setja inn r af pi deilt með 2. Þá fæ ég a sinum kósinus af pi deilt með 2 og a sinum sínus af pi deilt með 2 og ég fæ akkurat 0 og a. Fæ 0 á x-ásnum og 0 á y-ásnum. A á y-ásnum. Og svo get ég haldið svona áfram, sett inn pi, þá enda ég hér og sett inn 3pi aðra, enda ég hér og sett inn 2pi, þá enda ég akkurat hér aftur. Þetta verður svona hringur með radíus a. Nú, hugmyndina sem þar sem að fær hugmyndina þessu er að við þekkjum náttúrulega þetta úr tvinntölum og svona getum að tákna einhvern punkt á hring með hnýtunum a cos t og a sin t. Við vitum að jafna hrings er x í öðru pluss y í öðru er eftir a í öðru og sjáum að þetta er uppfyllt fyrir þetta hér. Sjáðu, hér er ég að segja þetta er x-hnýtið mitt og þetta hér er y-hnýtið mitt. Og ef ég tek x og setja í annarveldi þá fæ ég a í öðru sinum kósinus í öðru t og svo setja ég y í annarveldi þá fæ ég a í öðru sinum sínus í öðru t og ég tek a í öðru út fyrir svega hér. Þá fæ ég 1 hérna inn í sveganum og þetta eru a í öðru. Sem sagt, x í öðru pluss y í öðru, x hnýtt í öðru pluss y hnýtt í öðru, gefur mér a í öðru. Jafna hrings er uppfyllt. Nú, einmitt úr þessari jafnu hrings fáum við líka aðra hugmyndastikun á hringnum. Þannig að við skulum taka annað dæmi. Tökum þetta einn út. Segjum hérna, í þessari hérna jafnu, þá getum við einangrað y í 2 jöfnur. Fæ y eftir pluss eða mínus rótin af a í öðru mínus x í öðru. Til dæmis, ef ég myndi einangra y. Þá væri ég að segja, ok, efri hlutin á hringnum mínum, þessi hérna hluti, ég get lýst honum með falli sem heitir y eftir rótin af a í öðru mínus x í öðru. Og neðri hlutin hringsins mín hérna get ég lýst með falli sem heitir y eftir mínus rótin af a í öðru mínus x í öðru. Þannig að segjum að ég vildi stika bara hluta úr hring. Skulum sjá hvernig ég gera það. Þá get ég til dæmis sagt r er fall af t og ég ætla að segja að þegar ég fer t á x-ásnum þá fer ég pluss rótin af a í öðru mínus t í öðru á y-ásnum. Þetta kemur bara beint undir þessari hérna jöfnu. Þá þarf ég að hugsa, ok, á hvaða bili þarf t að vera? Já, á hvaða bili er x hérna í jöfnunum minni og það fer frá mínus a og upp í a. Þannig að það passar akkurat við það að vera það sem kemur út hér. Og sjáðu ef ég reikna út nokkur gildi á ferlinu mínum, þá til dæmis ef ég reikna út r af mínus a, þá fæ ég mínus a og 0. Hérna fæ ég a í öðru mínus a í öðru. Ok, þannig að ég fæ þess að mínus a 0, ég byrja hérna í þessum hérpunkti. Og svo ef ég setja 0, þá fæ ég 0 hérna, en hérna fæ ég a. Þannig að ég er komin hingað. Og svo setja ég inn, ef ég setja inn a, þá fáum við a og 0. Og við erum komin hingað. Þannig að þessi hérna stikun með t á þessu hérna bili stikar efri hluta hrings, það sem er merkt með bláu hérna fyrir ofan. Og svipaðan hátt get ég stikað neðri hluta hrings. Þá væri hérna mínus rótin það. Nú, annað sem ég geti gert er að segja hvað ef ég einangra frekar x í þessari hérna jöfnu.
þá stendur x er jafnt og pluss eða mínus rótin af a í öðru mínus y í öðru. Og hvað er ég þá einangra? Hvaða hluta af hringnum er ég með? Nú ef ég er með plussrótina þá er ég með þar sem að x er positíft, ég sést með hann hérna hluta. Og að samanskapa ef ég er með neikvæða hlutan, þá ef ég er með mínus hérna, þá er ég með þennan hluta hringsins. Það segir mér ég vilja stika hann græna hérna. Þá myndi ég segja r af t er jafnt og, já, þegar ég fyrir t á y-ásnum, þá fer ég svona langt í pluss á x-ásnum. Svona langt eins og þetta er. Þannig fyrir t hér, þá fer ég pluss rótin af a í öðru mínus y í öðru á x-ásnum. Og y átt að vera sama á þessi hér tala. Þetta er t. Og t er á bilinu mínus a til a. Og maður getur pröfa að setja inn mínus a og 0 og a og sé hvernig punktinni verða. Pröfum að skrifa þetta bara upp hérna. Og við sjáum í mínus, þegar t er mínus a, þá er ég hérna í 0, mínus a. Og þegar t er 0, þá er ég í a, 0. Og þegar t er a, þá er ég í 0, a er hérna. Þannig ok, þetta var nokkra leiðir til að stika hring. Og þetta var alltaf hringir sem voru með miðju í 0,0. Almennt ef við viljum nota kósinus og sínus til að stika hring, skulum skrifa þetta upp. Almennt ef við stikum hring rangsælis, eða það er ekki almennt heldur ein leið til að gera það, ef miðjan á að vera í x 0,y0 og radíusin á að vera a, þar segja ég ætla að láta t vera bilinu til 2pi og ég nota a cos t og a sin t og sé að svo hliðrað í x-hnýtunum x0, þá færi ég miðjuna í x-hnýtunum í x0 og ég hliðra y-hnýtunum mínum y0. Þannig að hérna er ein leið til að stika hring með miðju í x0, y0 og radíus a. Og eins og ég sagði áðan, það eru margar leiðir. Ok, það er eitt sem við töluðum mikið áðan, það var að stikurinn hefur áttun. Við skulum fara að sérna spólast tilbaka. Svo í þessu dæmi þá stikaði ég línu sem fór frá x til y. Þannig að stikurinn er í þessa átt. Ok, í þessu dæmum hérna, þá var ég að stika ýmist hringinn í þessa átt eða ég geta valið að fara í þessa átt og segja ef ég stika hér í þennan hérna átt þá er ég að stika réttsælis á meðan ef ég stika græna hlutan hérna þá stikaði ég rangsælis. Þannig að stikunum hefur alltaf áttun og við getum valið okkur mismundi stikun með mismundi áttun ef þess gerist þörf. Ok, nú skulum við skoða eitthvað sem er aðeins flóknara heldur en hringur og lína en þetta byggir samt allt bara á akkurat þessu tvennu, hringur og lína og maður þekki þau tvö þá er maður nokkuð vel settur. Ok, nú ætlum við að stika skurfferil tveggja yfirborða og ég er hérna við sívaling x er pluss y er jafnt á 1 og sér að nú erum við r í þriðja. Munum við erum í r í þriðja núna. Þess vegna sé ég að þetta er sívalingur vegna þess að alveg sama hvaða setu ég er með, ég er alltaf með hring. Þannig að þetta hérna er sívalingur með radíus 1 og miðju eftir setaásnum. Og svo er ég hérna með plan og við þekkjum jöfnu plans. X pluss z er jafnt á 1 og ég ætla að athuga hvernig skerast. Nú er einfalt að stika þetta vegna þess að það er svo auðvelt að láta þessa hér jöfnu vera uppfyllta með hnýtunum sem við þekkjum úr stikun og hring. Þannig að ef ég segi, ég ætla að láta x vera kósinus af t og ég ætla að láta y vera sínus af t. Þá veit ég að með við þetta, þá er x í öðru pluss y í öðru jafnt á 1 með öðrum orðum þessi jafnar uppfyllt. Nú, ef ég er búin að velja með x og y til að vera þetta, þá þarf ég bara að passa að þessi hér jafna sér líka uppfyllt og sjáðu ef ég einangra setu í þessu jöfnu, þá stendur 1 mínus x, þannig að ég held að passa við það x sem ég valdi mér, seta er sem sagt 1 mínus kósinus af t. Þannig að sem sagt stikurinn mín r af t er kósinus af t, sínus af t og 1 mínus kósinus af t. Sér svona. Ok, hvað bil á t að vera? Nú þarf ég að sjá fyrir mér, hvernig skerast það eiginlega? Þetta er sívalingur, sem gera svo gróa skísu hérna. Og svo er eitthvað plan sem skerða. Þetta verður sem sagt einhvers konar svona hringlagaferill. Og til þess að fara heilan hring með kósinus og sínus, til þess að mætist aftur, þá þarf t að vera 2pi langt bil. Frá 0 upp í 2pi væri 1 möguleiki.
Þannig hérna erum við búin að kynnast enn öðrum ferli, bara út frá því þekktum stikuna hring, skurferillin af svona sívaling og plani. Ok, nú var hitt vandamáli, það ef maður fær gefið einhverja stikun og maður reyna að sjá fyrir sig hvernig ferill þetta og þetta kemur allt með æfingunni. Pröfum að sjá nokkur dæmi. Ok, við erum búin að setja upp nokkur dæmi hérna. Hérna er ég með stikun í alinum sem er bara T. R af T er sem sagt 3 stika vegur, þetta er einhver vegur í einhver ferill í þriðja í rúminu og sjáðu, það sem ég les út í þessu er að það fer alltaf, ef við T á x-ásnum, þá fer ég T á y-ásnum og T á z-ásnum. Ef x-ásnum fer 1 fram, þá fer y-ásnum líka 1 fram og 1 fram á z-ásnum. Ég fer með öðrum árum jafn langt að öllum. Þetta er bein lína og þú veist, það fer til dæmis í gegnum punktana 0,0,0 og 1,1,1 og þá getur maður reynt að sjá fyrir sér hvar hún liggur í rúminu þessi lína. T má vera hvaða rauntalum sem er, þannig að þetta er óendanlega löngur lína í báðar áttir. Ok, þannig að þetta hér er bara bein lína og ef þið skoðu jöfnuna fyrir hvernig maður stika beinlínu þá er þetta algjörlega samræmið það. Hér er stefnuviðurinn 1,1,1 og hún fer í gegnum punktin 0,0,0 til dæmis. Ok, færum okkur þá í næstu. Þá erum við komin hingað. Ok, hérna erum við með stikunina, kósinus af T, sínus af T og 2. Ok, í fyrsta lagi þá sjáum við seta er 2, þannig er allt á sama staði, setu alveg sama hvað T gerir. Ok, og hérna, hvað gerist í axilslónstefnu? Já, við þekkjum að þegar ég er með stikun þar sem er kósinus af T og sínus af T, þá er ég með hringhreyfingu. Sem sagt er ég með hérna hring, sem er samsíða x-planinu og fer í gegnum planið seta eftir 2. Þannig að þetta er einhvern veginn hringur. Ég ætla að teikna upp x-planið. Akkurat þar sem að ég skara út að seta væri 2 og það kemur þessi hringur hérna. Sjáðu, ef ég skora út einhvers þar annar staðar, til dæmis það sem seta væri 1 og þá væri þetta hérna mynda ferlinu mínu. Það er ekki neitt að gerast. Það gerist bara eitthvað. Ferillin er bara akkurat þar sem seta er 2. Ok, skoðum þá þetta hérna. Hérna er ég með kósinus af T og sínus af T. Það er sem sagt einhver hringhreyfing í gangi hérna í x-z-planinu. Y er alltaf fasti, það er 3. Þannig að núna í staðin fyrir að ef að reyna að þrífita myndina, í staðin fyrir að hringurinn liggi hérna í gegnum 2 sem eins og var hérna í dæminu undan, þá er hún þar sem y er 3. Þannig að hann liggur einhvern veginn í þess átt. Þannig að hann er fastur hér, akkurat þar sem setir 3 og fer hringin hérna. Sér að T er á bilinu til töfbi, hann fer akkurat heilan hring. Ok, hvað gerist þá hérna í D-liðinu? Og áfram við þurfum að hugsa sömu hugmyndir. Kósinus af T og sínus af T. Það er sem sagt einhver hringhreyfing í gangi hérna í x-planinu. Og hvað gerist í z-planinu? Já, eftir sem T stækkar, þá fyrir við lengra og lengra upp eftir z-planinu. Hugsið, alveg þegar T stækkar og nú fyrir við upp í 7π, þannig að við erum að fara marga hringi hérna í x-planinu, þá fyrir ég hring eftir hring í x-planinu, en T stækkar smá saman. Ég svo sett. Með einhvers konar hringreiku sem byrjar í þegar T er 0, sem sagt Z er 0, byrjar hérna í x-planinu og fer svo hérna upp eftir Z-ásnum, svona gormlega hreyfing. Í x-áttina fer ég alltaf í hring og svo færist ég hægt og róla upp eftir Z-ásnum. Það er þessi hérna. Þegar T stækkar, þá fer ég hærra upp eftir Z-ásnum. Ok, það leggur upp í lið númer E, sem er þessi hérna stikun. Og sjáðu hvað er breyst hérna frá þessar undan. T, en þá í Z-stefnuna. En núna er ekki radíusin 1, heldur radíusin T. Og hugsaðu nú aðeins, hvað geti gerst? Hvað gerist hérna? T stækkar, kósinus T og sínus T. Ef að hér var ekki T, þá væri hérna hringhreyfing í x-planinu, sem er líklega ennþá. En T er að stækka, hvað þýðir það? Og svo stækkar þetta inn í leginn. Hann er einhvern veginn að færa mig upp eftir Z-ásnum. Hugsaðu hans hérna. Og þegar og ef það kveiknar ljós, það segjum bara þegar, skulle ég fara að svara könnuninni sem ég setti á Facebook. Ef hún er það til.
Ok, þannig að þetta voru svona nokkrir ferlar. Nú getum við farið örlítið lengra. Þetta er allt svolítið skilt hérna. Tökum eitthvað sem lítur út fyrir að vera aðeins flóknara. Ok, skoðum þessa stíkur hérna, látum t bara vera á bilinu til 2pi. Ok, við reynum að búta þetta niður. Skoðum einhverjar vittir hluta af vítanum einu. Við sjáum hérna með 4 sinnum kósinus t og 4 sinnum sínus t. Þannig að í setu, þetta er þetta er seta, þá er ég með hringhreyfingu, radius 2 og einhvern hring. Svo hérna er ég með í x-stefnuna 3 sinnum kósinus t. Þannig að, ok, þá reynir ég að sjá hvernig er til dæmis x miðað við og við getum skrifað þetta. Við segjum hérna, já, er 4 sinnum kósinus t. Það er sem sagt 4/3 sinnum 3 sinnum kósinus t. Og ég nota 3 sinnum kósinus t vegna þess að það er akkurat x-nýtið mitt. Og ég markallar með 4/3, þá fæ ég akkurat nýtið mitt. Með öðrum orðum, hérna stendur er átt á 4/3 sinnum x. Þannig að þá sé ég, ok, stikur mín þarf að uppfylla það að sé 4/3 x og ef við erum í 3 vítum þá er þetta plan sem hallar sér svona með við hérna, x-planið og svo er þessi hérna hringhreyfing. Þannig að þetta er sem sagt skurðferill af þessu hérna plani og þessum hérna sívalning. Þannig að ferillin er einhvers konar ellipsa. Og við skulum pröfa að teikna þetta í MATLAB frekar en ég fara eitthvað að skulum sjá. Tökum hérna t er á bilinu 0 upp í 2pi, bara til að taka eitthvað. Og svo segjum við plott 3, 3 sinnum kósinus t, 4 sinnum kósinus t og 4 sinnum sínus t. Og sér að svíð lokast, sjá hvort þetta kom ekki flott út. Það liggur akkurat þarna. Hringur sem liggur svona á ská þarna. Eða hringlaga ferill. Og við skulum pröfa einn enn áður en við hættum. Segjum að ég væri með hérna r af t er í aftók, t í þriðja, það pröfum kannski 2 og t í öðru, sér svona. Og hvernig á ég geta lýst þessu? Þegar ég fer t í þriðja á x-ásnum, þá fyrir t í öðru á y-ásnum. Já, við erum vön að hugsa í föllum hvernig y er með við x, þannig að við skulum segja y, hérna t í öðru, ég get skrifað það sem t í þriðja, sem er þessi hér, í veldinu 2/3. Segja t í þriðja í 2/3, það er akkurat t í öðru og y er t í öðru. T í þriðja sem stendur inn í sveganum er akkurat x-ið mitt, þannig að x er jafnt á 2/3. Ó, hérna hafa stendur 3. Þannig að þetta lítur bara út eins og y er jafnt á x í veldinu 2/3. Við skulum pröfa að tekna. Látum t vera eitthvað á bili frá, segjum bara frá 0 upp í 4. Og svo plottum við, og þetta er bara tvívíð, þannig að þetta notar bara plott 2. T í þriðja, t í öðru. Og skulum sjá myndina. Það lítur bara akkurat svona út, annars við myndum teikna fallið x í veldinu 2/3. Afleiðandi hérna upp. Alltaf vaxandi. Og eitt enn sem ég datt í hug. Hvað við verðum með hérna? Kósinus af t, kósinus af t, kósinus af t. Þennan hérna ferill. Og hann langar fyrir maður kannski að hugsa einhverja hringhreyfingu eitthvað þannig. En ef maður horfir öðru saman sem það segir bara, ef ég fyrir kósinus af t á x-ásnum, þá fyrir líka kósinus af t á y-ásnum og það fyrir líka kósinus af t á z-ásnum. Þess að þetta fylgjast að. Þannig að þetta er bein lína. Nú er bara spurningin, já,
ef að t fer frá 0 og ef að segja upp í 2pi. Hvernig lítur þá þessi hérna jafna út? Og pröfum að teikna þetta í MATLAB. Segjum t fer frá 0 og upp í 2pi, tökum aftur t sem var hana fyrir ofan og segjum plott 3 og cosinus af t, cosinus af t, nú var ekki alveg að horfa á skjáin, afsakið, plott 3 af cosinus af t þetta er bein lína. Hún liggur svona. Svo þegar ég seti 0, þá fæ ég r af 0. Er cosinus af 0, það er alls þar 1. Og r af 2pi, endapunkturinn, þá fæ ég aftur 1. En ef ég set r af pi, þá fæ ég -1, -1. Beina línan fer frá 1,1,1 til -1,1,1 aftur í 1,1,1. Hún flakkar hérna á milli af því að cosinus er lotubundið. Þá fer það fyrst hérna frá 1,1 í -1,1,1, svo fer það aftur upp og svo ef að t myndi halda áfram að stækka á myndi að fara niður og svo upp og svo niður og svo upp. En þetta er bein lína. Vegna þess að ég fer alltaf jafn langt á öllum ásunum. Skrefin á milli eru jafnstór. Nú, ef við vildum bara stíka beina línu, þá myndum við sjálfsög ekkert gera það með þessum hætti. Þetta væri heldur ekki einfaldur lokaði ferill vegna þess að sum gildin koma fyrir aftur. Við myndum náttúrulega segja bara beinlína frá -1, -1 til 1, 1, 1 r af t er þar sem ég átt að byrja og já, ok, þessi byrjaði í 1,1,1 og fór svo í -1,1 en tökum bara þetta hérna sem dæmi. Byrja þarna pluss t sinnum uppslánitið -1. Þannig að það verður 2t - 1, 2t - 1, 2t - 1. Og nú fyrir þessu aðeins, skulum sjá, það datar inn, flott. Og þetta væri ein leið til að stíka þessa beinu línu. T væri hérna á bilinu, 0 til 1. Og nú erum við komin aftur á upprásreitin þar sem við byrjuðum að stíka beina línur og skulum segja þetta gott.